Góðan daginn, ég heiti Helga Helgadóttir og lektor við lyfjafræðideild. Ég ætla að kynna hérna fyrir ykkur meistaranám í lyfjavísindum og örstutt að koma inn á meistaranám í lyfjafræði. Meistaranám í lyfjavísindum eru 120 einingar. Þetta rannsóknarmiðað framhaldsnám með áherslu á 30-90 eininga meistaraverkefni. Og þátttakendur nemendur fá mjög góðan stuðning frá leiðbeinanda í gegnum allt námið og svo eru námskeið valin til þess að dýpka skilning á inntaki lyfjavísinda í samstarfi við leiðbeinanda. Hérna sjáum við uppsetninguna á því hvað lyfjavísindi eru. Það í raun og veru bara eitt skyldufag sem inngangur að lyfjavísindum og svo eru önnur fög bara opin eftir því hvað hentar hverju sinni. Og þetta bara unnið og valið í samstarfi við leiðbeinanda. Svo eru málstofur einu sinni og önn sem annarkvort nemandinn hefur þá tækifæri til þess að kynna rannsóknina sína eða hlusta á það sem aðrir eru að gera við lyfjafræðideild. Inntökuskilyrði eru BS-próf til dæmis í líffræði, efnafræði, efnaverkfræði, lífeindafræði, lífefnafræði eða skyldum greinum. Og það þarf að hafa 6,5 í lágmarkseinkunn úr grunnnámi til að komast inn í námið. Nemendur þurfa að vera komnir með leiðbeinanda á verkefni þegar þeir skrá sig í námið, þannig að það gott að vera búin að hafa samband við leiðbeinanda innan deildarinnar og það hægt að finna allar upplýsingar hvaða verkefni í boði og hvernig skal hafa samband við leiðbeinendur inn á þessari slóð þarna eða með því að fara inn á hi.is og hreinlega leita þar á lyfjavísindum í leitarglugganum. Það eru ýmis tækifæri að námi loknu. Nemendur eru undirbúnir fyrir vinnu innan lyfjageirans og þá bæði hérna heima og erlendis. Og svo eru einnig margir nemendur sem hafa ákveðið að fara í doktorsnám þegar meistaranámi lýkur. Sér í lagi að því að meistaranámið mjög rannsóknarmiðað og þá eru margir sem hafa tækifæri á því að halda áfram með rannsóknina eða fara í halda áfram með einhverja skyldar rannsóknir innan deildarinnar. Það mjög öflugt félagslíf í lyfjafræðideild og nemendur sem í meistaranámi í lyfjavísindum þeir hafa tækifæri til þess að taka þátt í viðburðum með doktorsnemum og starfsfólki lyfjafræðideildar og það eru alveg nokkur event sem eru yfir árið. Til dæmis það sem við köllum International Day. Við erum með mjög samsettan hóp af fólki frá alls konar löndum og þá kemur fólk með mat frá sínu heimalandi og við erum fáum að prófa alls konar rétti fyrir okkur öðru. Svo erum alls konar tengt Halloween og jólum og svo fyrsta fimmtudagi hverju mánuði erum við með sameiginlegt fimmtudagskaffi þar sem fólk fær þá tækifæri til þess að hittast og koma saman. Rétt í lokin ætla ég að koma inn á meistaranám í lyfjafræði. Það inntökuskilyrði til þess að fara í meistaranám í lyfjafræði að vera með BS-próf í lyfjafræði þannig að þeir sem eru í BS-námi í lyfjafræði fá svona góðan undirbúning og kynningu á meistaranáminu bara í BS-náminu sjálfu. Það áhersla á sérhæfð lyfjafræði tengt fög og sjálfstæða rannsóknarvinnu undir leiðsögn og þeir sem hafa síðan lokið BS-námi og MS-námi í lyfjafræði geta þó sótt starfsleyfi lyfjafræðings. Og starfsmöguleikar lyfjafræðinga eru margvíslegir og til dæmis hægt að fara að vinna hjá lyfjaframleiðslufyrirtækjum, apótekum, við ýmis markaðsmál lyfja, spítala og margt fleira. Inntökuskilyrðin eru þau sömu og fyrir lyfjavísindi þá þarf að vera með að lágmarki 6,5 í meðalöngun úr grunnnáminu. Já, það hægt að sækja á HÍ og umsóknarfrestur til 15. apríl. Og svo bara ef þeir eru með einhverjar spurningar eða einhverjar vangaveltur ekki hika við að hafa samband. Það hægt að senda tölvupóst til dæmis á lyf@hi.is og það hægt að fá upplýsingar ef það eitthvað sem þeir eru að velta fyrir ykkur. Takk fyrir.